Gott kvöld. Það auðvelt fyrir foreldra að átta sig á því þegar barn með háan hita. Erfiðara getur verið að koma auga á geðræn vandamál hjá barni. Við ætlum nú að segja ykkur frá telpu sem var aðeins 8 ára þegar fór að bera á þunglindi hjá henni sem fór síversnandi. Af tillitssemi við barnið kemur móðirin fram í skyggðri mynd í viðtalinu. Hegðunin fór að breytast og líðanin til þess verra. Hún hefur alltaf verið krefjandi og svona skapstór en það urðu mikla breytingar á henni þarna á þessu tímabili. Og svona hvenær við fyrst áttuðum okkur á því að það væri eitthvað virkilega mikið að og við þyrftum aðstoð var þegar hún byrjaði að tjá sig það hún vildi hreinlega deyja. 8 ára gömul. 8 ára gömul, já. Hún óskaði þess að Guð kæmi og næði í sig á nóttinni af því að hún hugsaði með sér að ef hún kæmist til himna þá myndi hún losna við hennan verk sem hún hefði í hjartanu. Og hvað hélduð þið að þetta væri? Eins og ég segi til að byrja með að þá héldum við bara að þetta væri eitthvað tímabil. En þá voru engin áföll í fjölskyldunni eða slíkt sem hefði getað að kalla fram þessa vanlíðan hjá henni? Kannski einhverja breytingar en ekkert sem að okkar mati hefði átt að framkalla þessar breytingar í hennar fari. Hvenær kom svo í ljós að hún var með þunglindi, alvarlegt þunglindi? Það var eftir þegar við vorum komið í hendurnar svolítið marktækagreiningu frá barnageðlækni. Hvað leiði langur tími? Frá því að við leituðum okkur aðstoðar 1,5 ár. Og hvernig var svo tími? Hann var rosalega erfiður, mjög erfiður. Af því að vandamálið í raun og veru óx á þessum tíma. Þekktu þið eitthvað til geðsjúkdóma í fjölskyldunni eða foreldrarnir? Nei, ekki sem slíkt, nei. Ekkert að þessu meiði. Hvernig finnst þér að barnið taki geðlyf? Til að byrja með fannst mér það ofboðslega erfitt að horfast í augu við. Mér fannst það niðurlegandi og ég hafði miklar áhyggjur af því að fyrst hún var að byrja að taka geðlyf að þá yrði það til frambúðar. Síðan eftir spjall við lækninn okkar að þá svona benti hann okkur á að ef hún hefði greinst með sykursýki eða flogaveiki að þá þyrfti ákveðin lyf til þess að halda sjúkdómnum í rénum og þetta væri kannski svo sem ekkert mikið öðruvísi og þá var einhvern veginn auðveldara að horfast í augu við þetta. Hvað myndir þú ráðleggja foreldrum sem að hafa eitthvað minnsta grun það að það sé ekki allt í lagi með börnin hvað geðheilsuna varðar? Bara fara strax út í það að leita sér hjálpar, ekki bíða eins og við gerðum með stelpun okkar að maður er lengi að svona bíða eftir að þetta bara svona sjalli að barnið vaxi upp úr þessu tímabili þar sem eru erfiðleikar ekki bíða þar til að þeir eru komin í þrot bara farið strax á stað vegna þess að það getur gert svo miklu barninu náttúrulega og umhverfinu svo illt að bíða. Og meira börn og geðsjúkdóma. Nýjustu rannsóknir sýna að geðlyfjanotkun barna og unglinga á Íslandi er meiri en í öðrum Evrópulöndum. Fréttaaukinn leitaði skýringa á þessu. Tvenns konar geðlyf fyrir börn og unglinga skera sig úr hvað notkun varðar hér á landi, en það eru lyf við ofvirkni og athyglisbresti, svonefnt Rítalín og skyldlyf og þunglyndislyf. Hinar nýju rannsóknir sýna að geðlyfjanotkun íslenskra barna og unglinga er meiri en tíðkast í öðrum Evrópulöndum, en í Bandaríkjunum á hins vegar sjá svipaðar tölur og hér á landi. Nokkuð hefur þó dregið úr notkun þunglyndislyfja hér fyrir börn frá 2004.
En geðheilsa barna á Íslandi eitthvað verri en annarra barna í Evrópu? Það ekkert sem að bendir í raun og veru sérstaklega til þess að engar rannsóknir sem að styðja það og það verður líka að nefna að þessi lyf, það að aukast notkunin á þeim líka á hinum Norðurlöndunum og það má vera kannski að við getum sagt að Ísland sé bara á undan öðrum löndum. Í lagi að gefa börnum geðlyf?